vitið það að ef þú ætlar að vera árangursríkur í þínu lífi sem iðnaðarmaður og bara á hvaða sviði sem í lífinu, þá ertu alltaf í stöðugri endurnýjun. Þú ert alltaf að endurnýja. Og það sem við þurfum að vita sem Guðs fólk að við þurfum alltaf að vera að endurnýja, við erum lærisveinar þar til yfir líkur. Við erum ekki lærisveinar bara smá stund og síðan einhverjir meistarar. Við erum lærisveinar allt okkar líf. Við erum þjónar Guðs allt okkar líf. Þannig að þið hafið eflaust heyrt allt sem ég ætla að segja í dag, en ég þarf að heyra það aftur og við þurfum öll að heyra það aftur. Hinn mikli voldugi heilagi andi hér í dag. Og Jesús sagði að þegar hann skildi við lærisveina sína í Lúkas 24:49 að þeir ættu að bíða eftir fyrirheiti föðurins, að þeir ættu að bíða eftir því fyrirheiti sem faðirinn myndi senda. Og ég las einu sinni eftir mann sem heitir Watchman Nee og það ein setning úr bókinni hans Normal Christian Life sem situr eftir í huga mínum. Hann sagði, allt sem öll fyrirheiti föðurins Jesús greiddi fyrir. Sem sagt, faðirinn lofaði, Jesús borgaði. Heilagur andi kom og gaf. Faðirinn lofaði, Jesús borgaði, faðirinn heilagur andi kemur og gefur. Sem sagt, þegar við segjum, já, við eigum þetta fyrirheit að við erum heilbrigð fyrir hans benjar, Jesús búinn að greiða fyrir það. En Guð gaf okkur þetta fyrirheit í Kristi. Heilagur andi sá sem kemur og staðfestir það. Þegar þú trúin þín kviknar, þá kemur heilagur andi og hann staðfestir það sem Jesús hefur borgað fyrir. Það að segja, hann afhendir. Hann eins og sá sem að kemur með pakkan til þín. Jesús greiddi fyrir það og heilagur andi kemur og afhendir þér það. Þannig að Jesús, hann sagði líka að þér munuð öðlast kraft. Postulasagan 1:8, þér munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður. Þegar heilagur andi kemur yfir yður, þá munuð þér öðlast kraft. Þetta í Postulasagan 1:8. Síðan komum við að ritningu sem í Jóhannes 14 og 15. eða 16. versið, þá segir, við skulum lesa þau bæði, ef þér elski mig munu þér halda boðorð mín, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikan sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því að hann sér hann ekki, né þekkir, þér þekkið hann, því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki munu skilja yður eftir munaðarlausa. Þannig að hér segir Jesús, ég mun gefa yður annan hjálpara, annan. Og við höfum farið í þetta áður að orðið annar, það gríska orðið allos. Og gríska orðið allos eða annar, það þýðir einhver annar að sömu gerð. Semst hann segir, ég ætla að gefa yður annan, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara. Jesús var þeirra hjálpari og hann var að fara. Nú segir Jesús, ég ætla að biðja föðurinn og það kemur annar sem leysir mig af. Og þessi annar annar af sömu, orðið allos þýðir, annar af sömu gerð. Orðið, það sýnir okkur svona similarities, segir enskan, líkingu, en samt öðruvísi operation hvað operation? Einhver á íslensku, öðruvísi framkvæmd
og öðruvísi þjónusta. Sem sagt, heilagur andi, þó hann kom í stað Jesú, þá kemur hann öðruvísi fram af hverju, af því að hann ósýnilegur. Jesús var í líkama, heilagur andi, hann gerir það sama og Jesús gerði, en hann ekki í líkama, hann andi. Þannig að hann starfar öðruvísi. Og það að Jesús skuli nota þetta orð allos til að senda annan huggara, það þýðir að það annar fyrir utan mig til viðbótar við mig, en samt mjög líkur mér, og hann mun gera í minni fjarveru það sem ég myndi gera ef ég væri í líkamanum með yður. Þessi annar, hann kemur og gerir það sem Jesús gerði meðan hann var með lærisveinunum. Hann gerir það sama og Jesús gerði þegar hann var með lærisveinunum. Og þetta sjáum við strax í Markúsa Guðspjalli, 16. kafla og 20. versi, að þegar að þeir fóru hvarvetna og predikuðu, og við komum kannski að því á eftir, að þá var Drottinn eða andinn í verki með þeim og staðfesti orðið sem þeir predikuðu. Hann var með þeim og hann var ósýnilegur, en hann var með þeim. Og þannig að heilagur andi sá sem kom þegar Jesús fór. Þannig að við vorum ekki skilin eftir munaðarlaus. Jesús Kristur ennþá með okkur hér mitt á meðal okkar í heilugum anda. Og í gamla sáttmálanum að þá var heilagur andi, gamla testamentinu, Jesaja 11:2, þá var hann kallaður andi vísdóms. Hann var kallaður andi skilnings. Hann hafði skilning. Hann skildi hvað var að gerast. Og hann hafði ráðspeki, hann gaf spámönnunum og konungunum ráð. Og hann gaf þeim kraft, hann var andi kraftar. Og hann hafði þekkingu og hann var líka andi ótta drottins. Það var ótti við drottins, hvar sem heilagur andi fór, þá kom ótti yfir þjóðirnar. Þar sem sáttmálsörkin fór, þá kom ótti drottins yfir þjóðirnar. Það eru margar sögur af því, þegar sáttmálsörk drottins var í herbúðunum og þá eruðu Fílistar hræddir. Og þannig að ótti drottins kom yfir. Í Jesaja 61, að þá segir spámaðurinn að andi drottins, hann yfir mér. Og hver var tilgangurinn með anda drottins yfir spámannum? Hver tilgangurinn með anda drottins yfir þínu lífi? Að leysa þá sem hvað segir? The Spirit of the Lord of God is upon me, af því að drottin hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að lækna þá sem hafa brotið hjarta, til að boða þjáðum lausn og frelsi þeim sem í fangelsi. Þannig að andi Guðs kemur alltaf til að gefa lausn, alltaf til að gefa frelsi. Og þessi andi, takið eftir, Jesús sagði við ættum að bíða. Þetta fyrirheiti föðurins, þetta eitthvað sem hann gaf þér og mér, ekki bara meðan við göngum hér á jörðinni, heldur að eilífu. Þessi heilagi andi, hann verður með þér að eilífu ef þú tekur á móti honum. Þetta hinn ósýnilegi Jesús Kristur, þangað til hann kemur sýnilegur. Hann ósýnilegur með þér og mér, þangað til hann kemur sýnilegur. Nýja testamentið kallar hann, ef þú lest Jóhannes 14:26, þá talað huggaran og ráðgjafan. Ef þú lest Amplified biblíuna, þá sérðu að þessi huggari í Jóhannes 14:26, hann við skulum lesa Jóhannes 14:26 í íslensku þýðingunni, þá segir hér, hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun sendi í mínu nafni, mun kenniður allt, minniður á allt sem ég hef sagt yður. Skilgreining Amplified biblíunar, Amplified biblía, Amplified þýðir magnari.
og Amplified Biblían Biblía sem tekur grísku, hebresku orðin og gefur okkur svona eins og víðari meiningu á þeim. Og hér tekur hún þetta orð huggari, við tókum allos áðan í grískunni, nú tökum við orði huggara og við sjáum að það huggarinn, ráðgjafinn, hann heilagur andi, hann huggari, hann líka ráðgjafi. Hann með þér á hverjum degi og hann vill gefa þér góð ráð. Við höfum verið að fara í gegnum orðskviðina og þar sjáum að það ekki allir sem vilja hlusta á góð ráð. En ef þú vilt hlusta á góð ráð, þá hann þar, hann ráðgjafi, svo hann líka fyrirbiðjandi. Hann fyrirbiðjandi. Í Rómverjabréfinu 8:26 segir að hann hér innra með þér og hann biður fyrir þér og öðrum heilugum eftir Guðs vilja. Frábært. Hann biður fyrir þér og hann ekki að biðja eitthvað sem að bara þú vilt. Hann biður fyrir þér eftir Guðs vilja. Hann biður fyrir þér eftir Guðs vilja. Það finnst mér flott. Af því að stundum veit ég ekki hver Guðs vilji en hann biður fyrir þér og mér eftir Guðs vilja. Hann fyrirbiðjandi. Þessi Jesús, þessi ósýnilega nærvera sem með þér, hann að biðja fyrir þér og hann notar þig til að biðja fyrir þér. Hann biður í gegnum þig. Amen. Hann fyrirbiðjandi, svo hann, já, eins og við sögðum, hjálpari, síðan hann málsvari. Hann málsvarið þinn, hann tekur þinn málstað. Mikið rosalega það gott, það einhver sem vil taka minn málstað. Hann tekur þinn málstað stundum þegar lögmálið dæmir þig, af því að hann segir blóði mitt leysti þig, blóði mitt keypti þig lausan frá lögmáli syndar og dauða og þú dóst með mér, þú reist upp með mér, þú ert ný sköpun í mér. Þannig hann tekur þinn málstað, hann málsvarið þinn, svo hann líka styrkur þinn. Páll sagði, þegar ég veikur, þá ég máttur. Hvernig gat Páll sagt þetta? Jú, þegar hann var veikur í sjálfum sér, þá var einhver kraftur, við tölum þetta síðasta sunnudag, þá var eitthvað sem böblaði inn í honum, hann var uppgefinn, hann var þreyttur, hann var búinn á því, en þá var einhver kraftur, einhvers nýr styrkur sem kom og byrjaði að hrærast innra með honum, þangað til að hann reis upp og hann fann nýjan kraft koma inn í líf sitt, inn í þjónustu sína. Það gerðist eitthvað og þetta þessi ósýnilegi heilagi andi, hann styrkjarinn þinn. Enska þýðingin segir he's a strengthener. Síðan hann, segir Amplified Biblían, hann standby. Hann standby, hann alltaf til staðar og þegar ég var bara að lesa þetta í morgun eða gærkvöldi, þá kom svo sterkt upp í huga minn, þetta standby, það nærveran. It's the presence. Það nærveran. Það nærveran. Þegar hún finnur nærveran hans, þegar hún kemur hérna og til staðar. Nærveran. Nærveran. Þetta þjónusta heilags anda. Og Jesús sagði, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara. Og við komum aðeins inn á þetta síðast, að við vitum ekki hvar við sitjum, gerum okkur ekki grein fyrir því að stundum að við sitjum í himinhæðum, við erum að reyna að kalla hérna upp, Guð, þú þarna hátt uppi, þú þarna sem ert við hliðin á Jesú, svo segir Biblían okkur að við sitjum þar, Efesusbréfið 2:6, hann gaf þér og mér sæti í himinhæðum og við bara föttum það ekki. Hugsaðu þér, ef þú ert undir stýra á bíl og þú hefur ekki hugmynd það, þá er þetta bara stór hættulegur. Það betur að vita hvar þú ert. Og þess vegna hrópar Páll hérna og við komum aðeins seinna, ó drottinn, gefðu þeim anda speki og opinberunar að þeir bara fatti þetta. En lesum hérna aðeins áfram,
Þetta þessi heilagi andi, hann var andi vísdóm, skilnings, ráðspeki, kraftar, þekkingar og ótta drottins. Hann ennþá andi ótta drottins. Þó við höfum náðargjafirnar að þá eigum við ennþá að óttast drottin. Þó við séum nýsköpun í Kristi, þá eigum við ennþá að bera virðingu fyrir drottni. Eitt af boðorðunum sem Páll kendi Efesusmönnum var það að börn ætti að heiðra föður og móður. Og þetta mjög mikilvægt að við í kirkjunni, við heiðrum faðir okkar á himnum. Að við heiðrum hann. Við tökum hann ekki bara eins og hann sé einhver jólasveinn þegar okkur vantar eitthvað. Nei, við heiðrum hann af því hann faðir okkar og skaparinn okkar. Og nú skulum við lesa, hvar vorum við? Jóhannes 14:26. Hann segir, hjálparinn andinn heilagi, sem faðirinn mun sendi í mínu nafni, mun kenniður allt, minniður á allt sem ég hef sagt yður. Ok? Þannig að Jesús sagði, ég verð með yður, og þú segir kannski nei, það heilagur andi. Ef þú lest þennan kafla vel, þá segir hann, og hann að tala heilagan anda, í versi 18, ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Hann að tala að heilagi andinn komi, hann segir, ég kem til yðar. Og aftur í vers 26, hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun sendi í mínu nafni, mun kenniður allt, minniður á allt sem ég hef sagt yður. Mér finnst þetta svo frábært. Við vorum að tala að Jesús, hann gekk og hann kendi og hann gerði kraftaverk. Hann var kennari og hann var kraftaverkamaður. Nú heilagi andinn kominn, og hann kennari. Hann gerir nákvæmlega það sama og Jesús gerði. Hann kennari. Hann kennarinn þinn og hann kennarinn minn. Og hann gengur líka og gerir tákn og undur. Sjáðu til, þeir fóru hvarvetna, Markús 16:20, og predikuðu, kendu, og drottin var í verki með þeim, staðfesti boðunina sem þeir predikuðu. Hann staðfesti orðið. Hann var með þeim. Þannig að Jesús ennþá til staðar, ósýnilegur, með okkur þegar við förum út með orðið, þegar við vitnum fyrir öðrum, þegar við leggjum hendur yfir sjúka, þá hann þar til að staðfesta það sem við erum að segja. Hann kennari. Mér finnst það svo frábært. Hann kennari. Segðu mér, hann kennarinn minn. Hann kennarinn minn. Og það sem jafnvel sumir guðfræðingar ekki skilja, það hefur hann kennt mér og það hefur hann kennt þér. Af því að ef við höfnum kennaranum og ætlum að rannsaka ritningarnar, þá hefur Jesús orð fyrir þig eins og hann hafði fyrir faríseana. Þið rannsakið ritningarnar en þið viljið ekki koma til mín kennarans og leyfa mér að kenna yður ritningarnar. Amen. Hann kennarinn númer 1, 2, 3, 4. Ok, við eigum að lesa ritningarnar, við eigum að nota okkar heilbrigðu skynsemi og meta, en við eigum að bíða við fætur hans og leyfa honum að gefa okkur opinberun úr ritningunni. Vegna þess að það var hann, í rauninni, Biblían segir okkur að hann ritningin, hann orðið. Hann var hjá Guði, hann varð hold, orðið varð hold, en hann kom til okkar og bjó með okkur. Þannig að hann kennari og hann leiðir okkur alltaf í sannleikan. Og í versi hérna, ef við fyrir í 16. kaplan, þá svo frábær vers þar, vers 13, þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiðir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér. Sjáðu, það fullt af öndum í dag. Það fullt af alls konar gúrúum og þeir mæla bara fram af sjálfum sér. Þeir innblásnir
frá sínum föður og þeir mæla fram af sjálfum sér. Heilagur andi, þegar við segjum að hann mælir ekki af sjálfum sér, hann bendir alltaf á ritningarnar, hann bendir okkur alltaf á föðurinn, hann upphefur alltaf Jesú. Ef einhver kemur og er svona andlegur og sem sagt hefur boðskap, segir frá Guði, en hann upphefur ekki Jesú, þá ættu viðvörunarbjöllurnar að fara í gang. Að því heilagur andi, hann upphefur alltaf Jesúm Krist. Hann bendir alltaf á Jesúm Krist, hann talar ekki af sjálfum sér, hann mælir, hér segir, heldur mun hann tala það sem hann heyrir. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, vers 13, Jóhannes 16, heldur mun hann tala það sem hann heyrir, kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt, því sagði ég hann tækja mínu og kunngjörði yður. Amplified Biblían, hún orðar þetta svona, hann mun ekki, vers 13, hann mun ekki tala hann er ekki með sinn eigin boðskap, he will not speak his own message, on his own authority, hann kemur ekki fram í eigin nafni eða eigin valdi, hann mun segja yður hvað sem hann heyrir frá föðurnum. Þegar ég las þetta fyrst, þá fannst mér þetta, þá bara hoppaði hjartaði mér, að það er einhver sem er að segja mér, bara með bein skilaboð frá föðurnum í himninum, að heilagur andi, hann segir mér hvað faðirinn og Jesú eru að tala í himninum. Amen. Mér finnst það svo frábært að heilagur andi, og hann mun einnig segja okkur hvernig segir það? Hann mun kunngjöra ekki mæla sjálfum sér, það sem hann heyrir, það mun hann kunngjöra, og hann mun líka kunngjöra okkur hluti sem eiga eftir að gerast, segir einhver staðar hér. Og í Efesusbréfinu, 1. kafla 18. vers, að þá er Páll að biðja, og hann segir, Drottinn, gefðu þeim anda speki og opinberunar að þeir bara skilji þetta og að þeir bara fatti þetta og sjáu þetta og hérna við skulum lesa þetta. Efesusbréfið, ég bið hann að upplýsa sálar sjón yðar. Ég bið hann að upplýsa hinn innri augu yðar, svo þið skiljið hversu von er sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkidómur hans dýrlegu arfleiðar er. Við töluðum aðeins arfinn síðast. Arfur. Það er alveg ömurlegt. Ef þú hefðir erft, $1 milljarð og þú hefur ekki hugmynd það. Við getum verið í frí einhvers staðar saman, en af því að þú ekki hugmynd það, að þá erum við bara hérna. Og málið er það að hér er verið að tala um einhvern yfirgnæfandi, yfirfljótanlegan arf sem að við eigum og höfum aðgang að. Og Páll, hann er að segja, Drottinn, opnaðu augu þeirra að þið geti séð að þetta tilheyri þeim. Þeir ganga þarna eins og fátæklingar og þeir eru að gráta og þeir eru að biðja til þín og þeir vita ekki að þeir eiga þetta, að þeir eiga allt það sem þú hefur gefið þeim í Jesú Kristi. Lesum hérna áfram. Hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þetta er sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar. Þetta er sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar. Sem sagt, við höfum aðgang að þessum krafti, við höfum aðgang að þessum mætti, og ég ætla að lesa þetta hérna, þetta vers 19 í
Passion biblíunni okkar sem við vorum að kynnast. Passion þýðir eiginlega ástríða og ef við förum í fyrsta kaflan, 18. vers eða 19. vers, þá segir hann, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Ég bið þess stöðulega að þið megið upplifa þennan ómælanlega mikilfengleik af Guðs krafti sem stendur ykkur til boða í gegnum trúna. Ég bið þess að þið bara sjáið þennan bara ótakmarkaða kraft Guðs sem stendur okkur til boða í gegnum trúna. Í gegnum trúna. Þetta var bæn Páls fyrir kirkjunni og hann er að tala þennan heilaga anda sem Guð hefur gefið okkur og að Guð sé með okkur, ekki langt í burtu frá okkur, hann sé til staðar og þegar við erum kannski að ákalla og biðja Guð að þá er ráðgjafinn okkur bara við hlið. Við þurfum stundum, munið eftir manninum sem að kraup niður og var að biðja og leit upp og sagði, Guð ekki trufla mig núna, ég er að biðja. Af því að Guð vildi fá að tala við hann, en hann sagði, Guð, gerði með hendinni svona, ekki trufla mig núna, ég er að biðja. Við stundum förum í svona einhvern gír og við ætlum að ná í þennan Guð sem er svo langt í burtu að við gleymum því að Guð hefur gefið okkur heilagan anda til að vera með okkur, í okkur og hann er svo nálagt, hann er svo nálagt. Hann er svo nálagt. Hann er með þér, hann lifir í þér. Og Guð gaf þér sæti með honum í himinhæðum. Þannig að þetta var bæn Páls og þetta er þessi mikli voldugi heilagi andi og Biblían segir í 1. Korinthubréfi 2:14 að maðurinn án anda, hann veitir þessu ekki viðtöku, við þurfum heilagan anda til þess að sjá þetta. Við höfum ekki meðtekið anda heimsins, heldur andan sem er frá Guði og til að vita hvað okkur er gefið af Guði. Sjáðu, þetta er 12. versið, flott. Að heilagur andi vill sýna okkur hvað okkur er gefið af Guði. Og það er svo skrítið þetta með lækninguna að sumir geta bara tekið hana eins og já. En aðrir eiga svo erfitt og að höndla og skilur, það þegar trúin kemur, þegar heilagur andi opnar augu okkar, þá verður þetta svo létt. Þá verður þetta svo létt. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur að þekkja heilagan anda. Kynnast honum, eyða tíma með honum, skilja hvernig hann hugsar og gefa honum af okkar tíma. Margir segja að það sé waste of time, að það sé tíma sóuna bara að liggja fyrir eða liggja á hnjánum og bara vera með heilagum anda, en það er tími sem er time well spent. Af hverju hljómar enskan stundum betur. Það er tími sem er vel notaður. Nú, mér langar að enda hérna á einu versi í Efesusbréfinu 3:20, þar sem segir, og 21, þar segir, honum sem í oss verkar, hann er, hvernig segir þetta hérna? Honum sem í oss verkar, aðrar þýðingar segir hann sem er að verki í þér, honum sem í oss verkar með krafti sínum, hann er að vinna innan í þér með krafti sínum, hann er til staðar í þér, segir, honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum.
Honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Ég ætla aðeins að vitna hér í þessa þýðingu. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Þú skalt aldrei efast að Guðs mikli kraftur að verki í þér og hann vill koma þessu öllu til leiðar. Hann vill koma, sem sagt, gera fyrirheit Guðs, hann vill afhenda þér pakkan. Ef það lækning, ef það uppörfun, hvað sem það sem Guð hefur lofað og Jesús hefur borgað fyrir, hann vill afhenda þér það. Hann vill afhenda þér það. Og vitið þið hvað? Að það ekkert sem öflugra, heldur en þetta sem segir í næsta versi. Now we offer up to God all the glorious praise. Nú gefum við Guði alla okkar dýrð. Nú gefum við honum sér dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið öld eftir öld. Nú gefum við Guði lofgjörða fórn af öllum lífs- og sálarkröftum. Nú gefum við Guði dýrðina. Now we offer up to God all the glorious praise that rises from every church in every generation through Jesus Christ. Við gefum honum alla dýrð sem rís upp frá hverri kirkju, frá hverri kynslóð í gegnum Jesú Krist, and all that will be the manifest through time and eternity. Og þetta mun gerast í gegnum aldirnar. Og málið það þegar við sem kirkja komum saman og við lofum Guð og við bíðum eftir nærveru hans, að þá kemur heilagur andi. Sálmur 133 segir, sjá hversu fagurt og yndislegt það þegar bræður dvelja eða systkini dvelja saman, að það eins og olían, þá byrjar olían að flæða. Þá byrjar olían að flæða frá höfðinu og niður á kirtilfaldinn, og ég hef svo oft talað það að kirtilfaldurinn líkami Jesú Krist, olían smurningin flæðir frá höfðinu niður líkamann. Og kraftaverk gerast þar sem fólk kemur saman einhuga að lofa Guð. Í postulasögunni þegar þeir hrópuðu með einum rómi, þá bara hristist kirkjan. Það var eins og jarðskjálfti inn í kirkjunni, staðurinn hann bara hristist þar sem þeir voru saman komnir og dýrð Guðs kom og var á meðal þeirra. Og það einmitt þetta sem Páll hann þráir svo að kirkjan upplifi, að hún upplifi þessa sálarsjón, að hún skilji hver hann þessi ósýnlegi, mikli, voldugi, heilagi andi sem með þér frá degi til dags, halleluja, sem segir þér hvað að gerast í himninum, sem vill vísa þér veginn, sem vill styrkja þig, hann biður fyrir þér, hann vill vera hjálparinn þinn, hann vill vera ráðgjafinn þinn og hann vill vera með þér alla daga, allt til enda veraldar, og þegar eilíðin tekur við, þá hann einnig þar til að taka á móti þér. Heilagur andi, heilagur andi, heilagur andi, heilagur andi, nærvera Jesú Krist, heilagur andi, nærvera Jesú Krist. Amen. Takk Jesús. Og ég bara þakka þér, Fadir, fyrir heilagan anda. Í Jesú heilaga, blessaða, góða nafni. Og Drottinn, við gefum þínu nafni alla dýrð. Við bara gefum þínu nafni alla dýrð í dag og við þökkum fyrir það sem Jesús Kristur keypti fyrir okkur og það sem hann vill sýna okkur í dag. Drottinn minn og Guð minn. Amen. Amen. Takk Jesús.